Ef þú eru mættur í Grindavík, hvernig er tilfinningin? Bara mjög góð. Svona, var áhugi á þér? Hvernig kom það til að ákveðast að fara í Grindavík? Já, það var einhver áhugi en bara stuðspjall við Rey og við Sigga formann og ég var sannfærður. Og mikið í boði fyrir þig? Já, það voru einhver lið. Það er svona bara, var þetta erfið ákvörðun? Nei, í raun og veru ekki sko. Þetta snýst bara að fá traustið og spila fótbolta sko. Þetta var ekkert flóknara en það. Hvernig bara leggst það verkefni í þig að koma hingað? Erum við bara leggst rosalega vel í mig. Það er vissulega aðeins stærra hlutverk myndi ég held að, svona en eldri. En bara tilbúin að stíga upp og spila vel fyrir Grindavík. Þú farið með stærra hlutverk, gerir ráð fyrir hérna, verður væntanlega aðalmarkmaður, hvernig líst þér á það? Bara mjög vel sko, bara tilhlökkun að fá að spila fótbolta aftur. Það er mikið búið að ganga á í bænum síðustu árin, hvernig líst þér á að koma inn í þetta sérstaka lið? Mér líst vel á það, en náttúrulega ekki búin að vera, það voru vissulega eitthvað í fyrra, en það heillaði bara að þeir séu komin aftur í Grindavíkur og bara hjálpa þeim að komast aftur í það stand sem þeir voru þegar þetta gerist það. Finnur það mikill andi í þessu? Já, það er það sko. Þeir ætla sér stóra hluti og það var bara partur á ákvörðuninni minni. Náttúrulega nýr þjálfari kominn inn, Rey, hvernig líst þér á hann? Mér líst bara mjög vel á hann sko. Ég vissi ekki mikið hann hann hringdi í mig en mjög sannfærandi og flottar hugmyndir hjá hann. Svona að fara frá IBVF, var það erfitt? Já, þetta er alltaf erfitt. Maður kynntist mikið af flottu fólki og eignaðist marga vini. En svona bara fótboltinn. Svona tíminn í IBVF, hvernig myndirðu summa þetta? Var þetta góður tími? Já, 100%. Fyrra sumari spilaði náttúrulega 15 leiki og við förum upp, bara flott sko, en svona er fótboltinn. Stundum spila maður, stundum ekki. Maður bara að grípa næsta tækifæri þegar það kemur. Það er erfitt að fá ekki traustið almennilega á síðustu tímabili? Já, auðvitað er alltaf leiðilegt að fá ekki traustið en það gerir maður bara sterkari karakter og maður þroskast væntanlega við svona aðstæður. Finnst þú að það bætti mikið sem leikmaður og kannski manneskja líka í Vestmannaeyjum? Já, ég hef séð mikinn vöxt síðan ég fór þangað og fékk náttúrulega bara 3 mjög flotta markmannsþjálfara. Náttúrulega aðstæðan hún er bara drullu fín með höll og alltaf og ræktinn flott, þannig ég til með að hafa hugsið mikið. Núna bara markmið að fara upp með Grindavík næsta sumar? Já, sjálfsögðu, það er bara þannig. Það er náttúrulega alltaf 6-7 lið sem ætla sér upp úr lengjudeildinni og auðvitað stefnir maður á það að fara upp í bestu. Takk fyrir að þið eru.